Árið 1977 var framið morð. Enginn vissi hver morðinginn var, en 40 árum seinna fannst morðinginn með hjálp DNA rannsóknar. En hvað er DNA? Í þessum þáttum ætlum við að velta fyrir okkur erfðum. Við ætlum að velta fyrir okkur hlutum eins og af hverju ákveðin einkenni foreldra birtast í afkvæmum. Við ætlum að skoða erfðaefnið sem er inni í hverju einustu frumu líkamans. Hvernig lögmál erfðanna veldur því að við erum ólík en samt svo lík, gefa stökkbreytingar okkur ofurkrafta. Hvernig er samspili erfða og umhverfis háttað og hvað með erfðir og tækni? Til að byrja þessa vegferð ætlum við að fara alla leið inn í kjarna frumunar þar sem erfðaefnið er að finna. Í hverju einustu frumu líkamans er að finna langar keðjur af sameindinni deoxyribósakjarnsýru, DNA. Reynum að segja þetta aftur. Deoxyribósakjarnsýra. Hver DNA-keðja er mynduð úr 2 þráðum sem hanga saman þannig að það minnir á stiga sem hringast upp líkt og gormur. Þessar DNA-keðjur geyma erfðamengi þitt sem má segja að sé einhvers konar uppskrift af þér sem lífveru. Þræðirnir sem mynda þennan stiga eru samsettir úr 4 mismunandi einingum sem kallast DNA-kirni. Þau eru táknuð með bókstöfunum A, G, C og T. Í þessum tvöföldu DNA-keðjum parast A alltaf við T og C við G. Það er röð þessara DNA-kirna sem er í raun uppskriftin af þeim flókna hlut sem þú ert og ákvarða hvernig þú starfar sem lífvera. Og hver einasta fruma líkamans inniheldur þennan kóða. Og þess vegna er hægt að nýta DNA-próf til að leysa glæpi. Oft er hægt að sanna að glæpamaður hafi verið á stað sem hann segist ekki hafa verið á með því að bera saman lífsýni sem fundist hafa á staðnum við sýni úr glæpamannum. Það getur til dæmis verið hár eða blóð. Nú höfum við komist að því að DNA er einhvers konar kóði eða uppskrift af þér sem lífveru, sem hver einasta fruma líkamans inniheldur. Þá segjum við þessum þætti lokið, en í næsta þætti ætlum við að fjalla gen og litninga.